Það var næsta mál á dagskrá, Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar samþykkta breytingar. Til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Við varum ekki búin að ræða þetta, þannig að ég var svona efins hver myndi fara með. Já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér lagður fram liður 8 í fundargerð bæjarráðs dagsett 29. apríl 2021, en þar voru lagðar fram tillögur á breytingar og samþykktum LSA ásamt greinargerð. Bæjarráð staðfesti yfir sitt leyti að framlaga tillögur breytingar og samþykktum sjóðsins sem verði lagðar fram til samþykktar á ársfundi sjóðsins 11. maí næstkomandi og vísa þeim til afgreiðslu bæjarstjórnar. Þetta er svolítið flókið ferli, ég ætla nú að gefa að lesa fyrir ykkur þessu greinargerð og tillögur, en þegar að gera það breytingar á samþykktu Lífeyrissjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar þá verða þannig að þetta þarf að koma fyrir okkur hér bæði í bæjarráði og í bæjarstjórn áður en við getum farið með þetta inn á breytingu á aðalfund sjóðsins. Breytingarnar snúa að rauninni réttindum eða vernd stjórnarmanna, þar að segja í rauninni að það sé ekki hægt að segja upp eftir hentugleika. Það hefur verið svolítið umdeilt í samfélaginu eftir að gerðar voru breytingar á stjórn Lífeyrissjóðs verslunarmanna á sínum tíma vegna ágreinings eiganda, en þarna er verið að setja skýrar reglur það hvað má og hvað má ekki gagnvart stjórnarmönnum. En þetta er lagt hér fram til samþykktar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Lokið málsins orðið er laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þessar framorðna breytingar, það er framlagða breytingar, gefumerki 11.